GTA 5 lentur á PlayStation 4. Nú möguleiki á fyrstu persónu spilun, enn betri grafík og þeir sem eiga leikinn á PlayStation 3 geta haldið áfram netspilun á PlayStation 4. Elko, einfallega lægra verð. Here we go! Þá erum við mættir hér í Game TV í íþróttahús Gerplu í Kópavogi og ástæðan er sú að nú parkour alltaf að vera meira og meira í tölvuleikjum, kvikmyndum og fleiru og við ætlum aðeins að fjalla þetta. Og við erum komið með Sindra Víborg sem er parkour-þjálfari hér, yfirþjálfari hér hjá félaginu og já, þú orðið var við þetta, ekki? Jú, eilítið. Þið hefur aðeins svona borið upp að vera aukast í sérstaklega tölvuleikjaheiminum og bíómyndum. Já, og þarna ertu með leiki eins og, Mirror's Edge tóku þetta náttúrulega mjög á öflugan á. Hygglust og þú sér þetta líka í Grand Theft Auto og þú sér þetta í Assassin's Creed og fleiri leikjum. Þannig að þetta er að verða Infamous og fleiri þar sem allir það verðist alltaf vera að príla upp á veggi og gera eitthvað svona ótrúlega stönd. Hygglust. Já. Segðu mér hvernig svona stendur parkour á Íslandi? Parkour er held ég svo grein sem er mest vaxandi af öllum íþróttagreinum síðan áratugi. Ekki bara á Íslandi heldur bara globally, allan heim. Og hvað eru margir iðkendur hér til dæmis? Í Gerplu erum við með rétt tæplega 100, en við erum með rétt tæplega 200 nafna biðlista og 2,5 árs bið til að komast inn. Þannig að ef við værum með lausan tauminn hérna, væri ég örugglega með eitthvað í kringum 600-700 iðkendur, svona með hvað biðlistirnir eru orðnir langir. Þetta er rosaleg líkamsvitund. Þú lærir rosalega á jafnvægi, þú lærir rosalega á bara alhliða þol, getu í allskins athæfi sem maður hefði áður fyrir ekki geta trúað að maður geta gert. Ok, það er glæsilegt. Þannig að þetta er svona bara nýtist í öllum að verða svona liður og meira svona meðvitaður strókinn. Já, fall er ekki lengur ógn eða hætta, ekki almennt svona. Við erum ekki hræddir við það, sko. Nei, já, ég er skítræddur. Ég er bara hræddur við það, Ekki segja það. Það er bara þannig. Hvernig getur maður gert þetta bara svona af götunni bara? Tæknilega séð, já, en funksjónlega séð myndi ég segja nei. Það er svona... Ef þú sér mig, hver eru líkurnar á því að ég geti farið að klifra úr veggi hérna bara eftir hálftíma? Mér er tölvuleikjalegristu þína, þá ertu skotað þetta strax, sko, en það verður samt fínt að kenna þér aðeins, sko. Já. Hugsalega hjálpa þér. Gott að þú hefur allavega traust á mér. Óbílandi. Því við ætlum að prófa dálítið sem hefur verið svolítið svona, hvað maður að segja, aðalsmerki Assassin's Creed leikina. Og það er þetta Leap of Faith, þegar hann er hérna með hendurnar úti og lætur sig palla af alls kyns kirkjuturnum og... Þannig við ætlum að prófa þetta, taka Leap of Faith, byrja smátt, bara svona, maður þarf alltaf að prófa þetta. Öryggi fyrst. Svo hækkum við aðeins upp og hvað endum í mörgum metrum heldur? Herðu, það er óvíst, við skulum sjá, þeir verða nokkrir. Þeir verða nokkrir metrarnir sem þú þarf að falla niður. En við ætlum bara að vaða þetta, okkur er ekkert að vanbúnaði? Nei, bara ítluðu best á ekki, alveg bara skoteldur. Herru, við skulum bara vaða í máli. Jæja, strákar, þá erum við komnir hérna á ögurstundina. Já. Ok? Prófa? Já, bara látið vaða, þetta er bara menningin ís. Hvernig gekk þetta? Og svo var þetta, þú veist. Það er svo froskur. Bara láta þetta. Hvernig er þetta? Þetta er svona nokkuð fyrirliti. Fóruðu aðeins í stað? Já. Það er veðurblöðhellir. Allt okkur margt. Já, öklinn, passa rassinn. Láta vaða. Já. Dur. Læka þetta. Þetta er rosalega. Kallmennskan við fólðið. Hörðu, svo tökum við þetta er ekkert smá, þá tökum við einu þrepi hærra. Það er bara lítið og létt. Lítið og létt. Þrepi hærra, hvað meinarðu? Bara, fyrsta þrep, annað þrep, þriðja. Þetta er alveg eins og í normal Nightmare Hell. Ég meina, þetta er ekki eitthvað tölvuleikur, láti. Kemur þig. Nei. Jó. Þetta er bara hérna á brúninni, sko. Þetta er ekkert, sko, þetta er ekkert hátt. Heyrðu, þetta var alveg hangir? Jú. Ég er ekki að fara í þetta. Jú. Þetta er ekkert svona. Þú gæst því. Já. Kom svo. Ég er í alvöru. Það er fólk í grína. Assassin's Creed, sko. Svo þig. Það var gaman að vinna með þér. Já, kom svo. Flottur! Svæsir, hvað aðeins. Þú þarft ekkert að gera það. Nei. Þú getur líka bara hort í linsun og sagt, ég er á einu. Það er miklu sársöka minna. Segðu það, þú verður að meina það. Ég ger þetta þá. Hvað var að gera? Annars sko. Skiptir þið þessu það? Já. Það hati ykkur allar. Grænt til að þig. Koma. Svo.
Já, þá erum við búin að klára þennan raunveruleik og þetta erfiðasti raunveruleikur sem við hefum tekið held ég. Já, ég finn alveg bara ennþá fiðring í maganum og mér líður bara ekkert vel, sko. Af því að ég held sér bara hræðsla sem búið að vera að kikka inn og svona áskorun á sjálfum sig. En við erum búin að komast því að það auðveldara að sitja í sófanum heima og íta bara eitt takka og henda sinni niður á húsþakið eða turni. Já, en enga síður. Þetta er að fara í þetta sjálfum. Líka pínur læra það að þeir sem eru vanir, þeir fara létt með þetta. Já, og ég er vissum að gaurinn í Assassin's Creed, hann er vanur. Já, og við erum líka bara fegnir að hafa skorað sjálf okkur. Við erum betri menn fyrir það. Já. Og við viljum svo sannlega þakka Sindra og Gerplu kærlega fyrir að hafa leyft okkur að prófa þetta. Já, þetta var við erum betri menn fyrir byggið og hvetjum fólk til að bara kynna sér parkour. Þetta bráðskemmtilegt. Já, þetta það og þetta svona losa mann kannski við alls konar svona kvíða og svona hræðslu og óþægindi sem að En nú ætlum ég að fara heim í Þetta uppfullur aðeins sem núna eftir þetta. Ég veit að nú förum við bara heim í okkar eigið öryggi. Þar sem eru tölvuleikir. Getur slaka á engin svona hræðileg áskorun að reyna að leita okkur upp í. Þessi lyf. Ertu til? Þessi faðmur. GTA 5 lentur á PlayStation 4. Nú möguleiki á fyrstu persónu spilun, enn betri grafík og þeir sem eiga leikinn á PlayStation 3 geta haldið áfram netspilun á PlayStation 4. Elko, einfallega lægra verð.